Við erum í viku 5 í vegforðun 2 voru 2026 og námsefni vikunar eitthvað svona aðeins notendaumsjón sem verður viðfangsefni í hópverkefni 1, ekki í minniverkefnunum, vefþjónustur sem við ætlum að skoða núna í seinni part þessa fyrirlesturs í dag og svo hýsing sem við ætlum að byrja aðeins á í sambandi við verkefni 2. Þannig að við ætlum að taka það sem við vorum komið með og vorum að vinna í senastu 2 fyrirlestrum og koma því upp á render. Og nú þetta, ég svona viljandi ekki búin að gera þetta, þannig að þetta gæti verið smá brösótt en það bara gott, af því að það líka gott að sjá mig brasa í gegnum eitthvað vesen, af því að það ofta tíðum þannig, maður gerir það oft svona bara í brasa í gegnum fá repo upp rétt. Já, það partur af því að fá repo upp líka og svo þegar það komið þá getum við fara að setja upp á render. En kosturum við render að það þessi hobby uppsetning sem að hægt að setja upp og fá í raun bara eiginlega allt sem bjóð upp á svona í grunninn, en það þessi svona cold start kostnaður, það að segja, maður byrjar og það allt mjög hægt að byrja og það kólnar bara á einhverju korteri eða eitthvað sem náttúrulega bara skiljanlegt af því að þau vilja ekkert vera að borga undir eitthvað að fólk sé að nota þetta í alvöru verkefni, en þið getið samt sem aður nota þetta til að prófa ykkur áfram og svo þegar þið eru, fann að segja, ok, viljum við nota þetta fyrir $19 á mánuði eða viljum við nota Netlify fyrir eitthvað annað og skoða það hvernig það hýsing og svona. Þannig að þegar og ef þið farið að setja eitthvað upp sjálf, þá alveg líklegt að það einhver kostnaður, þið getið ekki keyrt það alveg ókeypis. Þannig að það svona kostnaðurinn yfirlegt, það að kaupa eitthvað lén, kaupa .is lén einhver 7-8 áskall á ári, hýsing svona kannski $5 til $20 eftir hvað við erum með mikið. Sumt hægt að finna ódýrara og ég veit ekki hvað það en Netlify náttúrulega hægt að komast mjög langt á fría tierinu, en þá það erfitt ef við ætlum að vera með gagnagrunn og eitthvað svona meira uppsett. En það bara sign in og ég held ég sé nú með allt uppsett bara á render og ætti að vera með, í gegnum GitHub segi ég. Og þá með akkurat bara verkefni frá því í fyrra sem það senasta sem ég gerði. Það bara all services are up and running, en búum þá bara til nýtt og ég má það ekki af því að ég má bara vera með eitt projekt þegar ég með frítt. Þannig að við byrjum að fara og henda bara þessu. Þökkum því fyrir vel unna vinnu. Ok, og þá vonandi get ég búið bara til nýtt Dynamic Web App sem web service, sem mátti líka alveg web service líka getur verið vefþjónusta, en það það sem við viljum hér. Og þá erum við með, þá sést nú eitthvað sem að ég með NVF 2026 VAF 2 unni í tíma. Það það sem að við vorum að gera og ég tjekkaði inn fyrir viku síðan. Þannig að án þess að gera nokkuð, bara sjáum hvað gerist. Þetta þurfum við ekki að setja upp, Node pickar upp sjálfkrafa, við erum bara með eitt brans. Við viljum kannski vera í Frankfurt sem eina EU datacentri sem það Þau eru mjög líklega að keyra, öll hýsingi þeirra örugglega að keyra ofan á AWS infrastruktúr. Við sjáum að það það samt. Virginia, það stærsta gagnaverið hjá AWS. Ef AWS fer það mikið niður að því heyrðum það í fréttunum, þá það yfirleitt US East í Virginia sem fer niður. Af því þá fer svona 40% af internetinu niður eða mjög takmarkað í þann tíma sem það niðri. Svo erum með npm run build, npm install. Ok, nú ætlum ég aðeins að laumast til að sjá hvað við vorum með hér. Við vorum með build, og install, ok, ég meina make sense. Þetta lítur bara við lagi. Og svo npm run start. Og við vorum með það og það ætti að keyra með eitthvað n-file það er spurning hvernig þetta hafa sér. Af því að það sem aðalmáli núna í raun að geta verið með þetta env þar sem við erum að segja hey, gagnagrunnurinn minn sem að þú átt að tengjast við. Að það gæti alveg verið að við komum þessu upp auðveldlega, þar að segja
að við fáum Hónotus að keyra af því að þetta í raun tvíþætt. Við erum í raun með okkar application sem bara inn í þessu hér, sem bara okkar, sem fyrirparturinn, það sem okkur skiptir okkur máli, og síðan erum við með bara keyslu umhverfi sem render og hvernig það pluggast síðan inn í allt internetið. Af því að það þarf að geta sagt, hei, ég server á internetinu sem tek við HTTP trafík, það einhver routing algoritmi þar, það einhver DDoS varnir, það eitthvað alls konar dótar fyrir framann. Þannig að við setjum upp applicationu okkar og render segir já, frábært. Að þú tilgreindir ekki að þetta ætti að vera verkefni 2.com eða eitthvað, eða verkefni 2.is, að þá fáum við bara útdeilt eins og hjá Netlify einhverju léni, bara eitthvað .render.app eða whatever, eitthvað sem við sjáum. Það þá í raun bara skráði DNS, þannig að þegar ég slæða inn í Vavra í klientinu mínum, að þá gerð DNS fyrirspurn sem segir þetta hjá render. Við förum inn á serverinn hjá render og render þá allokerar já, ok, þetta sem við verið að biðja hér í okkar hýsingarumhverfi. Finnur okkar application og sendir á það requestina. Þá tekur requestan, kemur inn til okkar, inn í Hóno appið okkar, þar sem við erum þá inn í hýsingarumhverfinu hjá render og reynir að gera það sem beðum, hvort sem það að fá get á slash og þá birtum við eitthvað. Og ef við þá erum ekki með sambandi síðan úr renderumhverfinu okkar yfir í gagnagrunnin okkar, hvar sem hann að þá fáum við eitthvað villu. Applicationu okkar keyrir, en það virkar ekki út af því að það hefur ekki aktífa tengingu við gagnagrunnin, eins og við sáum þegar eitthvað klikkaði hjá mér, eða ef ég myndi bara breyta einhverju svona, þá fæ ég einhverju villu. Þannig við getum prófað bara hvað gerist hér locally, bara til að sjá hvernig það myndi þá koma fram þegar við erum búin að setja upp. Þannig við keyrum þetta og nú veit ég að þetta mun ekki virka því að þessi gagnagrunnur ekki til og ég keyri og þá fáum við bara internal server error. Þá förum við í login og þá sjáum við ástæðan fyrir því að database does not exist. Ok? Þetta ein villa, svo get ég bara sagt eitthvað localhost x. Núna þetta bara, þetta ekki til. Localhost þetta alltaf sett upp sérstaklega á öllum tölvum til þess að vera svona loopback adressa, þannig að þetta skrá sem heitir etc hosts á tölvum sem segir alltaf þegar einhver byrjum localhost þá raun og verið að biðja 127.0.0.1 sem IP-talan á tölvunni sem þú ert á. Þannig að þá fer það þangað, núna fer þetta bara segir ég veit ekki hvað DNS þú ert að biðja en hér fáum við samt aftur internal server error. Við viljum ekki segja hei, ég var að reyna að opna þennan gagnagurinn á þessari slóð. Við viljum bara segja hei, það var villa og svo í loggunum sjáum við hvað í alvörinu sprakk. Og byrjum við, hún örugglega reloada ekki svona. Já, núna erum við hjekkunni smá stund og það var út af því að DNS resolution hefur eitthvað ákveðið timeout. Þannig að hún segir, ég ætla að reyna í 1 sekundu að resolva þetta DNS. Þannig að hún fer á DNS þjón og á bara tölnu minni og segir bara, þetta ekki til. Þannig að get other info þetta, ég gat ekki resolvað hvar localhost x og það þá önnur villa en hana. Þannig að það alveg nokkra villu sem getur séð, þó svo að við fáum alltaf bara internal server error í andlitið þegar við sem client spurum applicationið, ertu keyrandi? Ok, þannig að reyna að uppsella mig upp í starter. Já, ok, þannig að ég get verið með professional en verið með minna, þannig að það $7 lágmarki Svo erum við með environment variable og ég ætla bara að leyfa því að vera, bara sjá hvernig þetta bilar þá núna, svo að þið getið lent til því líka. Ok, þannig að nú deployum við þessu og þá þetta bara alveg eins og hjá Netlify að það fer eitthvað í gang sem að klónar repoið okkar, keyrir skipanina sem við vorum að skilgreina og startar síðan með því að keyra npm run start. Þannig að þess vegna þetta mörg svona þjónustur sem í gangi úti og flestar virka alveg eins. Which can, by 50 seconds or more. Ég held að það hafi verið 30 sekundur senast þegar ég var að skoða þetta.
síðan getið þið, þú veist, ef að þið eru bara, finnst þetta áhugavert að setja upp og keyra svona, þú veist, þetta er svona yfirleitt svona kerfistjórnar parturinn af þessu, en á milli forritunar og kerfistjórnar liggur þetta hlutur sem er alltaf kallað DevOps, sem er í raun að vera developer og operations. Og það er þá svona aðalega sem að geta vita hvað Kubernetes er, vita hvernig Docker virkar, geta búið til Docker, geta, þú veist, vita hvernig networking virka, en vita líka hvernig forrit virka og hvernig við setjum upp forrit og hvernig routing virkar og hvernig við hverjum gagnagrunni og skrifum örugg webforrit, þannig að þú veist, það er svona cross-cutting hlutverk. Og þá, ef ykkur finnst það áhugavert, þá getið þið farið með þetta að skoða, þú veist, bara svona, ok, hvernig eru þessi mismunandi umhverfi, hvernig er að setja bara upp í AWS sjálf, af því að þið getið alveg bara farið í AWS, fengið svona fengið allavega svona instance sjálf, þar sem að þið bara segið hérna, ég vil fá bara Ubuntu Linux eða einhvern annan distro, setja það upp og þá bara eru þið með tómt distro og svo þurfa að setja upp networking layerinn og það og svo þetta diskapláss svona það og þú veist, eitthvað alls konar svona. Mér persónulega finnst þetta alveg drepleðilegt, ekkert mér finnst leðilegra en að díla við hérna að láta hlutina keyra, en maður lærir alltaf smá á það, svona, maður neyðist til þess. Eins og núna, hvað, er þetta bara búið, lítur ekki þannig út, hún er hérna building, en hérna er í raun slóðin sem við fengum, þannig að við förum núna og keyrum þetta og þá segir hún not found og þá er þetta 404, en þetta er líklegast ekki frá applicationinu okkar, þetta er frá render. Þetta er bara render að segja, þú ert að biðja eitthvað sem er á .onrender.com en það er literally ekki til. Þetta er ekki applicationu okkar að svara og segja við sem ekki til. Og þá getum við séð hérna, þú veist, hérna er eitthvað svona alt service, þetta getur verið eitthvað, þetta er einhverju upplýsingar, CF cast status dynamic, veitu hvað CF er? Þau sem þetta eru með líklegast AWS og svo eru þau með Cloudflare sem er CF, Cloudflare, fyrir framan. Og þá er hann að segja cast status er dynamic, að við getum síðan stilt Cloudflare á það að vera með cast-layer fyrir framan hýsingarumhverfið okkar. Og þá er hérna CF Array, þetta er líklegast eitthvað auðkenni og svo KEF, þannig að við séum því að það er Cloudflare nóða í Keflavík. Hvar hún er, hernaðarleyndarmál, literally. En það er sem sagt nóða sem að þýðir að stór fyrirtæki geta verið með afrita gögnum sínum hérna á Íslandi. Ég held til þess að Netflix er með næstum allt bara á Íslandi líka. Þess að því að við erum ekki að fara alla leið til Evrópu þegar við erum að horfa á nýjan þátt. Við erum bara að fara til Keflavíkur. Svo kemur eitthvað hérna X render routing no server. Þetta er líklegast eitthvað að gefa til kynna hana, en þetta var mest mjög ég að drepa tíman á meðan hún er að builda hérna, en líklegast er þetta partur. Þetta er örugglega, það hefur verið fundir það, hvað hefur að láta fólk bíða lengi á meðan það er að builda til þess að reyna að fá þau til að taka kreditkort og segja nei, andskotin, ég nenni ekki að bíða, ég ætla bara að borga. Af því að þetta er orðið frekar langur tími. Og það er ekki einu sinni, sko, það er ekki komni loggar. Nú er ég fann að halda bara að það sé eitthvað bilað, sko. Jú, sko, hann kom þetta. Hún var bara virkilega að reyna á þolinmæðina. Ok, þannig að nú sjáum við bara eins og þetta var og hér ætti allt, þú veist, alveg sem við lentum í með verkefni 1 og nú setjum við upp á Netlify, að það kom einhver villa í bildinu, þá ættum við vonandi núna ekki að gerast hér, en við þurfum í raun að geta lesið loggana hér og það er átt á tíðum, ef að þið eru að vinna í einhverju fyrirtæki, þið eru búin að vera að forrækna einhvern feature og svo kemur eitthvað upp á og þið setja eitthvað, þið eru það stóru fyrirtæki, það sér teymi sem sér að deploya hlutum fyrir ykkur, þið checkjað inn og það séum þetta og þá getur fá þið bara eitthvað rautt í andlitið og bara eitthvað þá kemur einhver DevOps og segir heyrðu, hérna eru loggarnir og þá þurfum við að geta lesið úr þeim til þess að geta já ok, ég geti hafa gert mistök í forritun, ég geti gert mistök í því hvernig ég er að vinna með það sem ég á að vera að tengjast og eitthvað svona en það er yfirleitt, já við þurfum að geta skilið hvað er í gangi hérna, ok uploading, deployed þannig að hún buildaði, hún deployaði og nú er hún að gera eitthvað hérna veit ekki hvað það er aftur, við erum ennþá að fá bara hérna eitthvað not found, að þetta er ekki komið en in progress núna, ok svo getum við farið hérna í logs og hérna getum við fengið þá alla logga
og hérna getum við fengið application logs sem eru þá applicationu okkar að skrifa út bara með console log einhverju loggurum, bara segja þetta gerðist, eins og við gerum hérna einhvers staðar hérna segjum við villu ef eitthvað kemur upp á og svo vorum við með hérna, þetta ætti að koma þá upp og síðan í raun Hono mun birta einhverja logga ef eitthvað bilar en ok dashboard nei, ég ætla að vera hér ok, en það gangi, þannig að við getum þá bara farið í hérna hinn partinn sem þá að setja upp gagnagrunn þá getum við farið í all services og við getum þá farið hérna og sagt new Postgres v2.2026 vaf 2 Postgres þá geti það búið til þetta project og þá verður það tengt og þá held ég hún sér í environmentinu database, the Postgres DB name randomly generated unless specified alveg rosalega low contrast textið hana kallum maður bara to-dos optionals, randomly generated, já það bara fínt outbound, það fínt region, setjum það bara þetta verði EU líka free for testing out render Postgres ok og kostar okkur ekkert búin til database og þá hann í raun takmarkaður í svona cirka mánuð og sem bara fínt það ætti að duga fyrir þessi verkefni þetta geti verið hérna með hópverkefnið þá geti lent í vandræðum ef að þið byrjið á því í þessari viku og skilið því eftir 3 vikur 4 vikur að hérna og svo farið yfir viku seinna þannig að það geti lent í því þannig að ekki láta ykkur bregða ef að það kemur upp þá bara hérna getið annarkvort setta upp aftur eða þá að við hérna finnum eitthvað þau verða fljótar að fara yfir ok, þetta eins og hitt tekur bara ógeðslega langan tíma og þetta ennþá í gangi en það sem gerist hérna að við fáum sagt, 2 url og urlin sagt, að þessu hérna formi slóðin inn á Postgres instansin internal urlið innan render gagna versins þannig að þá munir internal database url vera það sem við notum til að láta applicationu okkar tala við Postgres instansu okkar inn í gagnaverinu external database urlið það sem við notum þegar við viljum núna bara tengjast og búa til gagnagrunnin eins og við gerum hérna create table þurftum við samt ekki að því að reyndar sýnilegustu mín til dæmis, hún gerir það alltaf ef að gagnagrunnin ekki til en við getum samt gert það þegar þá bara erum við að fylgja því sem við gerðum í dæminu þannig að þá get ég núna hérna sýnt þetta og það eitthvað langt og mikil slóð hér og hérna einhver PG slóð það sem ég get líka og ég kopíu bara þetta og ég get farið hérna og búið til nýtt ég held að ástæðan fyrir ég var ekki með gagnagrunn áður var þegar ég að sýna ykkur núna lykilorðið inn í eitthvað instans sem skráð á mig þannig ég held ég hafi eitt bara gagnagrunn strax eftir svo það var enginn að brasa í því en nú keyri ég þetta hérna og þetta bara að fara að keyra PSQL eins og ég var að gera hérna áður og nú ég bara búin að tengjast við einhvern server hérna sem Debian Linux ég í major version 17 serverin í major version 18 vonandi verður það ekkert vesen og nú get ég bara keyrt to do búið til gagnagrunnin skrifstuna en áður en við gerum það þá ætla ég að athuga hvernig heilsan á hinu deployinu en þá í gangi sem að gera mig ekkert rosalega hérna hopeful það þegar ég þarf að setja sig hann actually environment urlið en kannski gerist það án þess að hún þurfa að restarta en ok já, þannig að við erum með þetta hérna og við vorum með dæmi gagnagrunnin
hérna vantar semikomuna þannig við getum bara gert svona ok, flott select stjarna from to do's tómt ef ég tek núna external database urlið og segir svo að ég var í einhverjum vandræðum bara eitthvað, ok, ég skil ekki okkur þetta virkar locally með local Postgres þetta virkar ekki þegar þetta er komin út ég er að debugga og þá getur það verið, ok, ég er með local app, local gagnagrunn, það virkar deployed app, deployed gagnagrunn virkar ekki, ok, en virkar local app við deployed gagnagrunn þá getum við tekið tengistrengin fyrir external hérna kopjað hann og kommentað hennar bara út og sagt database url og bara allur strengurinn á honum og þá getum við núna látið mitt local app tala við external grunnin til þess að geta debuggað þannig núna ef allt virkar að þá restarta ég og fer hér internal server error ekki SSL TLS required þá er spurning hvernig við lögum það af því að það er þá hérna það er líklegast í connect eru pool options ok bara googlum þetta hérna render ok og þarna var eitthvað bara mjög svipað Postgres, DB, Node, Express, Hono mjög svipað þannig ef þetta virkar looks like a pending SSL true fixed it ok crossum putta, gerum það sem við sjáum og crossum putta oft á tíðum virkar það bara yes, það virkaði nú erum við heppin og þá getum við sagt hérna þetta er á render Postgres bæta við virkaði en tókum við eftir einu þetta var miklu hægara en þegar við gerðum þetta við gagningurinn hjá okkur af hverju? Þetta er alltaf í Frankfurt í stað fyrir á Postgres já og það er bara tíminn sem það tekur að gera kall inn í Postgres gagningurinn í Frankfurt versus að gera það hér og þetta er líka ótrúlega já, þannig að það er margt sem er á móti okkur þarna og þarna sjáum við það að ég get alveg verið bara eitthvað ok, bæta við af hverju virkar ekki neitt af því að það er ekkert loading state þess vegna er það sem við munum sjá og gera í verkefni 4 verður fyrir í raun hérna vefþjónusta sem við ætlum að búið til í verkefni 3 að hugsa þetta þetta tekur tíma að tala við eitthvað annað en það sem keyrir bara allt á tölunum minni en ok, þannig að núna getum við hverja hér og þá sjáum við að við erum að skrifa í gagnagrunninn á render þannig að það er komið og nú er bara spurning hvort að þetta sé ennþá hérna failed deploy, vá eftir allan þennan tíma troubleshooting deploys env not found þannig að það sem er hérna sem er grunnaði er út af því að þetta er hérna í start að þá finnur hún ekki env-skrá og þá er villu meðhöndlunin í Node að segja ef að þú biður það að Node keyri upp með sérstaklega env-skrá í gegnum þennan hérna command time eða CLI option hún er ekki til, þá krassa ég þannig að við ætlum bara að taka þetta út svona þá getum við myndum vilja hafa þetta virt locally þá getum við haft eitthvað svona local hérna en þannig er aðeins komin svona dýftina með það hvernig nákvæmlega við værum að setja þetta upp þannig að þetta virki allt korrétt bæði locally og í deploymentur okkar það getur alveg verið vesen þannig að við styttum okkur leið hérna gerum svona og notum tækifærið á meðan að hérna, þetta er ekki búið að bilda aftur förum hérna einhvers staðar ætti að vera environment það er bara hérna
Nei. Þá getum við sett environment variable hérna. Datastore URL. Ok, þetta er komið. Same region, internal URL. Þannig hérna getum við bara gert svona. Ok, að því ég gerir þetta þá rebuildar hún á deployer. Þannig ég ætla að vera búinn að committa hér git add nú ætla ég búið til race condition. Ég ætla að reyna að gera báða hluti á saman tíma. Uppfæra npm start. Þannig að núna ít ég á þetta, svo ætla ég fara strax og íta hér megin. Svona, nú er ég að vonast til þess að það verði bara til eitt deploy því að, þú veist, teknilega séð var ég að gera 2 signalum og nætti að redeploya. Ég ætti að leyfa þess að bíða því að þetta hérna er meira crucial. Því að það er það sem actually feila bildið, en hér erum við. Þannig að þá getum við farið aftur að hvernig kemst ég síðan í ok, hún ætla bara ekki að pika þetta upp. Deploy latest commit. Another deploy is in. Uppfæra npm start. Ok, hún er að deploya réttu committi sem er jákvætt. Ok, þannig að núna bíðum við aftur. Og ég ætla bara að nota tímann til þess að sýna ykkur þá bara neon á meðan. Af því að neon er bara svona, hey, hvað ef render Netlify og svona, en bara fyrir Postgres? Og það er bara mjög valid punktur. Þannig að það sem að þau bjóða upp á er í raun bara, þú ert með fyrir bara Postgres instanceðinn, ertu með shared project og þau eru síðan að bjóða upp á eitthvað autoscaling sem því þá er ef það eru rosalega margir að hverja gagnagrunniðinn að þá getur þú skilgrunn þannig að það verði búin til svona read-replikur. Ég er með einn mastergrunn sem er skrifað í en ég er með margar read-replikur sem eru í raun optimisar til að láta lesa úr. Af því það tekur minni tíma yfirleitt að lesa, að selecta en það tekur að creata og updata. Þannig að þá getur þú scalað þannig. Branching. Hvað ef við getum verið með gagnagrunn og við getum búið til nýtt branch sem afrita bara öll gögnin og við getum verið að rugla í þeim og prófa þau með nýja featurenum, prófa nýja töflustruktúru eða eitthvað og svo bara drepi branchið og mergea því við grunnin okkar og eitthvað meira. Þannig að það er svona, þau bæta við einhver svona nice onáta. En við getum í raun nota bæði, við getum deployað og render en nota gagnagrunnin og neon. Þá getum við bara farið og þá er þetta eiginlega alveg eins ferli hér og hér er ég með eitthvað það sem ég var að gera greinilega fyrir verkefni 3 í fyrra en ég get það bara búið til nýtt project og ég get sagt bara VF2 2026 VAF2 hérna get ég mér sem valið útgáfa Postgres þau eru með bæði AWS og Azure þetta getur skipt máli upp á bara við viljum hafa tvöfalt ég vil jafnvel vera með bæði eða þá að við erum ég er með hýsinguna mína í Azure og ég vil að þetta sé Azure to Azure, ekki Azure til AWS og eitthvað svona, en það er bara cool þannig að setjum þetta bara upp í Frankfurt hjá Azure og búin það til það er bara komið aðeins meirum að vera hérna og þá fáum við hérna connection string og það er í raun í langt flestum tilfellum er það þetta sem við erum að leitað. Það er bara hvernig tengist ég við gagnagrunnin frá applicationinu mínu. Þannig að ég get ég kopjað þetta og ég get kvittað hér og ég get pastað þessu og ég er komið núna inn á neon á samanskapi og ég var með hitt. En ég get farið hér búið til töfluna og hún er komin þá held ég meira að segja ég geti farið hér og nú sé ég töfluna mína hér þannig að þau eru líka með þetta þau eru með svona view ofan á gagnagrunnin sem er mjög töff þannig ég get farið hingað og ég get sagt neon test false
save, select, nei, og þá get ég, þarf ég ekki að nota PSQL til þess að vera að mannsa þetta, ég get bara að nota eitthvað GUI sem að þau gefa okkur í gennum webforrit. Þetta er mjög töff tól, Neon. Þú veist, ég myndi alveg mæla með því hvort, ef þið notið ekki í verkefni 2, notaði verkefni 3 bara til að sjá og bara prófa fleiri tól, af því að þau eru mjög mörg. Þetta er alveg svona, þetta er alveg gott dót og við viljum sem að nota þetta hjá okkur í verkefnin þar sem við þurfum Postgres í staðin fyrir að vera manage Postgres í einhverju öðru. Af því að yfirleitt erum við að hýsa í Vercel sem er hýsingarumhverfi sem er tengt Next.js og við munum skoða þegar við förum að nota það og þau eru með fullt af svona auka add-ons sem við erum eftir að skoða á þeim tíma en þetta er líka bara mjög næs. Svo er eitthvað monitoring hérna, við getum séð bara þú veist hvernig þessu öllu líður og eitthvað svona en talandi hvernig öllu líður yes, þetta segist þér að komið yes, við sjáum þetta strax. Og þetta er komið upp á rendir. Þannig að það er hér, þetta er komið, gleði. Tökum okkur pásu.